Ég kom heim 92 og byrjaði þá á Landspítalanum við Hringbraut. Það eiginlega æxlaðist þannig að fljótlega eftir ég kom heim þá fór ég að vinna mest með liðskipti og reyndar alltaf bráðaaðgerðir, brot og slíkt. Og eiginlega haft eiginlega mest gaman að því að gera brotin því þau geta verið mjög skemmtilega, geta líka verið erfið en þetta varð bara þannig að ég varð fljótlega sá sem að gerði þetta mest af liðskiptunum á Landspítalanum við Hringbraut og síðan fer ég upp á Borgarspítalanum 2001 og þar hélt þetta bara áfram og ég hafði tekið að mér að nokkru leyti enduraðgerðirnar niður á Hringbraut, þessar stóru enduraðgerðir bæði á mjöðmum og hnjám. Að vísu til að byrja með þá áttum við afskaplega lítið af verkfærum og lítið af og frá þessum tíma hefur þetta allt saman breyst því að við erum búin að fá mun skárri bæði verkfæri og líka ígræði sem sérlega hönnuð fyrir þessu enduraðgerðir. Hér áður þegar hnén gáfu sig og við gátum ekki gert mikið þá tókum við bara hnén úr fólki og settum pinni í staðinn eða gerðum stíf hné. Á þann hátt hefur þetta breyst en við erum búin að fylgja svona allri þróun í þessari grein alveg frá því að ég kom heim. Við höfum reyndar alltaf, Íslendingar hafa alltaf verið duglegir að afla sér þekkinga og við höfum ekki lent í því að fá ekki að kaupa það sem okkur er vantað. Góður læknir er sá sem hugsa sjúklingarnir, ég held að það skipti öllu máli að það er ágætt að vera ekki með 10 þumla en stór hluti af því sem við erum að gera er jú rútín og reynsla því að maður veit hvað maður má og hvað maður má ekki og það getur verið ansi mikilsvirði. Framþróun er náttúrulega fyrst og fremst á þessum 30 árunum sem ég er búin að vera. Það hefur náttúrulega bara verið að við höfum fengið betri verkfæri, betri íhluti og síðan þessi reynsla sem hefur skapast að maður veit svona nokkurn veginn hvað maður má og má ekki. Og það er eiginlega ómetanlegt og síðan er eitt sem maður þarf líka að hafa ef maður í þessum aðgerðum. Maður verður að hafa þor til að gera hlutina. Þegar yngri menn koma heim og þá er svolítið það að við förum saman í aðgerður og hjálpumst að og því að það er sumt sem maður lærir ekki að bókunum heldur í sárunu sjálfur. Þegar fólk fer í aðgerður og gerir sömu aðgerðina aftur og aftur þá verður það til þess að þú lærir það sem fyrir þeir haft að miskusti. Það hefur nú stundu verið á röntgenfundum á morgnana að maður hefur sagt að þetta mætti kannski betur gera og það fer svolítið í hina ef maður gerir það. Mér finnst það bara allt í lagi, það er gott að einhver segir þeim það. Ég hef eiginlega aldrei sittið á mínum eigin skoðanum og kannski stundum átt að þegja en það er ekkert alltaf auðvelt. Mér finnst bara mjög gaman að hafa fengið þessa heiðrun vegna þess að ég hef búin að starfa þarna í 33 ár og hef lagt mig fram og gert hlutina eins og mér finnst ég hafa átt að gera. Mínir sjúklingar hafa að stóra hluta verið ánægðir með þau störf sem ég hef unnið og ég held að það sé aðalatriðið.